Er ég komin í gang eða? Halló? Hanna, ok, flott. Já, við erum velkomin á Keflavíkurvöll, eða Nettovöllin í Keflavík, þar sem leikur Keflavíkur og Víkings Ó fer fram. Við erum staddir í, í einhverju umferð, ég veit ekki alveg hvað umferð er, en lið Víkinga var spáð góðu gengi vetur, eða í sumar. En já, ég dreif mig hlé á meðan vallarþulurinn fer yfir leik, eða fer yfir hverju spila í leiknum, því að framburður hans á sumum leikmönnum er betri en hjá mér. En ég tek það fram að dómari þessa leiks er Guðmundur Ársæll Guðmundsson, honum til aðstoðar verður Adolf Þór Andersen og Guðmundur Ingi Bjarnason og eftirlitsmaður Ólafur Ingi Guðmundsson. Og tek það einnig fram að Magnús Þór Magnússon er fyrir í Keflavíkur þar sem Ísak Óli er að fara í atvinnumennsku eftir næsta leik, að ég held. Við erum velkomin í leik Keflavíkur og Víking Ó Innihald og Byggkalla. Við byrja lið varamanna og Víking. Númer 1, Franco Lali. Númer 3, Marco Lúfeil. Númer 5, Emanuel Eli Tekke. Númer 7, Gretar Snær Gunnarsson. Númer 9, Guðmundur Magnússon. Númer 10, Ibrahim Torrey Barrey. Númer 11, Harley Willard. Númer 13, Emil Bogara. Númer 17, Kristofur Jakobsson Torrey. Númer 22, Viktor Stefansson. Númer 23, Vigmar Mína. Varðar Víkingsson, Baldur Olsen, Martin Kristian, Sali Kapey, Brendiþór Hermansson, Pétur Steinar Jóhansson og Ívar Einar Andersson. Þjálfari liðsins er Eyjólfur Púlsson, Einar Magnús Gunnarsson og Kristmundur Stig Sumarliðsson. Þá fyrir lið Keflavíkur. Númer 1, Tóki Kristján Ólafsson. Númer 4, Ísak Óli Ólafsson. Númer 6, Adolf Piteko. Númer 7, Davíð Snær Jóhansson. Númer 13, Magnús Þór Magnússon. Númer 14, Davíð Valsson. Númer 15, Þorri Már Þórisson. Númer 16, Sindri Þór Guðmundsson. Númer 19, Gunnar Björnsson Gunnarsson. Númer 24, Rúnar Þór Sigurgeirsson. Og 25, Bram Erlandsson. Og varðar Keflavíkur Þröstur Ingi Smárason, Anton Freyr Hauk Guðlaugsson, Ásamæður Pálsson, Sigurður Þóravit, Ingildur Aron Guðnason og Jóhann Þór Arnarsson og Elfur Renato Barón. Og þjálfari liðsins er Eysteinn Hín Hauksson, Ómar Orri Jóhannsson og Mýrar Steinn Jakobs. Og dómari dagsins er Guðmundur Ársæll Guðmundsson, Adolf Andersen og Guðmundur Ingi Bjarnason. Ég vil byrja á þessum útsendingu á þessum leikurinn á stað sem Víkingar eru hvítir og Keflavíkur eru bláir og Víkingar sæki átt að Blue höllinni og Keflavíkur sæki átt að Hringbraut. Og Guðmundur Ársæll gefið merki að leikurinn megi fara af stað og Víkingar byrja með boltann. En já, ég ætla að koma einu að í þessu útsendingu að Ásvaldur Ragnar Bjarnason, góðvinur minn og mikil stund sem að Keflavíkur er kominn aftur eftir erfið veikindi. Hann er búinn að vera á sjúkrahúsi kallinn og vonum að öllum hans leiðindapestum sé nú lokið. Allavega, Víkingarnir lentu í smá ógöngum á leiðinni þar sem einhver keyrði á
rútuna þeirra og þurftu þeir að bíða í 90 mínútur eftir nýrri rútu til að koma sér til Keflavíkur. Þannig við skulum vona að það verði ekki vesen að sitja ekki í Víkingunum. En þeir byrja með boltann fyrstu mínútuna eða fyrstu sekúndurnar í leiknum og ætla sér að Keflavík vann fyrir leik þessa liða í Ólafsvík. En mér þykir leiðilegt að segja það að mínum rúmum 25 árum sem ég hef lifað hef ég aldrei komið til Ólafsvíkur, en ég mun vonandi bæta úr því bara sem allra fyrst. Enda Ólafsvík fallegur bær sem ég sé á myndum. En Keflvíkingar reyna að spila úr vörninni og þeir reyna að þrefast fyrir sér fyrstu mínúturnar og reyna að finna lausnir á pressu Víkinga ofarlega á vellinum. Þá koma Keflvíkingar. Þeir áttu eftirminnilegan leik á móti Njarðvík þar sem þeir skoruðu sigurmarkið á lokamínútunum og áttu síðan 4-3 tap á móti Gróttu í 7 marka leik, eins og ég sagði. Þá koma Víkingar, þeir hreinsa frá og Ísak Óli með hreinsun og Magnús Þór nær boltanum og kemur boltanum. Já, hann fær boltan aftur en sending fram á við. Víkingar reyna að finna unnu boltan og bolti fór út af. Þá koma Keflvíkingar og Magnús. Það kemur Ísak Óli. Þjálfari Víkinga Eyjúb Púrasevits. Hann hefur þjálfað liðið alveg óhemju lengi með pásum en hefur alltaf haldið tryggð við Ólafsvík. En Keflvíkingar, það klárlega mikið rok hérna í Keflavík en annars bara fínt veður. Dómarinn dæmir innkast og það er mikill gegnutrekkur inn í lýsindaherberginu, þannig að ef þið heyrir mikið rokhljóð þá er það út af þeim ástæðum. Víkingar fá innkast en hann kastar bara eitthvað. En þá Sindri fær boltan hérna og Sindri Kristinn hefur spilað ágætlega sem af að sumri og Keflvíkingar hafa ekki verið neitt sérstaklega stöðuglegir, en þá kom Keflvíkingar. Hann kemur inn í teiginn og þeir vilja fá vítaspyrnu en Guðmundur Ásatli ekkert að fara að dæma, en hann gefur bara hornspyrnu. Þannig að fyrsta svona ágætið sókn, eða ekkert sókn en þetta fyrsta svona hættan sem skapast. Það kemur hornspyrnan. Og boltinn kemur inn í teiginn og hann fer bara vindurinn eitthvað fyrir áhrif en Rúnar rennur og hvað gerist núna? Víkingar koma hratt á þá. Og það kemur sendingin hátt yfir og það náttum við völd á boltanum en Keflvíkingar gera vel og hreinsa þessu í burtu. Og þá koma þær. En þessi sending bara á Víking sem heldur boltanum ágætlega liðsins. Ágætlega liðsins, þeir koma hérna. Og það mikið af erlendum leikmönnum í liði Víkings en Eyjúb sem sagt hefur duglegur að ná í leikmenni sína heimahaga en Keflvíkingar komu þessu bara frá og
Hann fer bara aftur fyrir endamörk. Nei. Jú, við sýnist þetta hafa farið í hornspyrnu. En hornspyrna frá Víkingum. Hún tekin stutt. Og sendingin fyrir markið en þetta skotið, fyrsta skotið, það fer hátt yfir markið. Vindurinn að hjálpa Ólafsvíkingum. Víkingar hafa oft misjafnar leiki hérna. Geta annaðhvort spilað rosalega vel og sigrað leikina sinna nokkuð örugglega en þeir geta líka spilað afspurn illa og tapað illa. En þá koma Keflvíkingar. En þessi bolti er bara í innkast sem Ólafsvíkingar eiga. Þannig kemur hár bolti og Víkingar koma. Hvað ætla þeir að gera? Sendinguna en þetta fer bara á Rúnar sem kemur boltanum strax áfram völlinn. Sendingin er ætli framherjanum en hann nærir nú svo sem hann Gunnólfur en þeir tapar hann aftur. En sóknin að Keflavíkur er frekar hröð akkurat en brotið á Adolf sem fer bara niður og sækir hans aukaspyrnu. Guðmundur Ársæll er búinn að vera að dæma vel í Pepsi-deildinni og gott að fá svona reyndan og góðan dómara með fulli virðingu fyrir hinn dómarunum. Og hann er ekkert hann hefur verið að dæma heilt yfir bara mjög vel. Keflvíkingar eru með boltann. Keflvíkingar hafa verið svona misjafnir í vetur en annað kemur sendingin en og Gunnólfur, hvað gerir Gunnólfur? Hann kemst framhjá þeim. Hann tapar boltanum. Vel gert af Gunnólfi en sendingin var nokkuð, það var frekar áræðin og hikar ekki að keirina vörn Víkinga og reyna að vinna það boltan. En þá kemur Víkingur, Adolf skalla frá og Víkingar fá bara innkast. Það er mikill gegnumtrekkur hérna inn í Lýsingarherberginu. Já, hann frekar mikið erfitt að vera hérna. Ég er hræddur að fjúka. En já, ég var beðinn að koma inn í lýsinguna að kæri kveðja á Jóa Hreins. Hann er víst í vinnunni en Jón Óla vinur hans bað fyrir kveðja á vin sinn. En þá kemur hornspil frá Víkingum. Skalli en þetta er bara hreinsa í burtu og Gunnólfur reynar að koma þessu frá. Gengur ekki Víkingar að halda pressunni. En Keflvíkingar, þeir ná að koma þessu frá en það er ennþá smá svona en Keflvíkingar ná boltanum og koma þessu í burtu en þetta er ekki langt, þetta er bara á næsta Víking en boltinn er bara í útspark sem Sindri Kristinn fær frá marki sinu. Og þá koma en helgina er önnur umferð enska boltans þannig að það er mikið hægt að sitja í sófanum eða ekki í honum og fylgjast með á sjónvarpi Símans og einnig fara staðsögu deildir í Evrópu á stað. Spænski bolti fyrir á stað í kvöld. Það er að Barcelona tekur fyrir heimsókn til Athletic Bilbao og Bayern fær Hertha Berlín heimsókn. En aftur að boltanum í Keflavík en það kemur sendingin og það er brotið af Gunnólfi en hann kemur sending og skoti en þetta fyrir beint á Franko Lajic markvörð Víkinga sem þrumar þessu bolti og Víkingar halda boltanum. Góð spyrna, Víkingar koma, góð sending, hvað gerist núna? Og Víkingar fá hana með að koma upp boltan en
Þetta var ekki sett á sendingu á engan og aftur fyrir. Þá koma Keflvíkingar. Ísak með sendinguna Magnús. Ísak var fyrir í Keflavík framan á sumri en hann að fara til Söndir Íske í dönsku deildinni. Það fer núna eftir rúma viku að ég held. Hann á held ég einn leik eftir í Keflavík-treyjunni. En óskum honum bara að sjálfsögðu góð gengi sem þá koma Keflvíkingar. En það kemur Gunnólfur en þeir hreinsa frá. Gunnólfur Björgvin er búinn að skora 2 mörk í innkast og hann skoraði bæði mörkin á móti Fram. Gunnólfur er 18 ára gamall og eldsnöggur. Þekki mömmu ágætlega, hún er virkilega frábær manneskja, þannig að ég geri bara ráð fyrir því að Gunnólfur sé frábær maður. En það koma Keflvíkingar. Vel spilað. Keflvíkingar, það er svona ágætis jafnræði með liðunum. Þá koma Keflvíkingar. Víkingurinn nær boltanum. Og þetta er bara innkast sem Víkingar eiga. Víkingar hafa verið Þannig kemur sendingin bara en hún er bara kemur inn í teig til Sindra sem sparkar boltanum á bróður sinn. Það kemur Frans og sendingin nær inn í þvöguna en Keflvíkingar nær Adolf vinnur boltan. Rúnar en Adolf fær bara boltan aftur og sendir hann á Sindra-Kristinn og reyna að hæla Víkingana aðeins fram og opna svæðið sem myndast bak við vörnina. En Keflvíkingar skoruðu sigurmarkið í Ólafsvík á 90. mínútu þannig að þetta er ágætis. Keflvíkingar voru þar ágætis áraðinaðir í sinni áleik en Víkingar eru mjög gott lið þannig að það er ekkert ef þeir spila sinn leik þá ættu þeir að vera betri en þá koma Keflvíkingar. Davíð Snær, hvað ætlar hann að gera? Hann með sendingu. Keflvíkingarnir eru fyrir opnun og sendingin fyrir og þetta rétt. Frans rétt, nei þetta er ekki Frans. Það er rétt með þessara boltanum og Víkingar eiga bara innkast og vel spilað Keflvíkingum þeir mega nýta. Hefðu ekki það gert það betur en eins og maður segir, það má alltaf gera betur. En innkast Víkingur á. Mér sýnist vindurinn vera meiri í áttina að Blúhöllinni, þannig að Víkingar leika með myndinum. Ég ekki alveg klára því en mér líður eins og vindur sé á öllum áttum hérna. Þannig að Keflvíkingar ætti að vera vanir því að spila með vindinum en þarna er Vár sem er skalli en Lægir snær boltanum. En Víkingar eru ólsegir og þannig kemur langur bolti. Og hvað gerist núna en Keflvíkingar ná kemur dálítið tæklinga en ekkert að þetta. Ná tækling sem hann fer í en Eyjúb fer langt út fyrir boðvanginn sinn og labbar að boðvangi Keflavíkur og lætur menn á annan heyra það.
Mér sýnist þetta hafa bara verið samstuð sem ekkert í því að gera, bara menn að berja sér boltana, en Víkingur getur sjálfur sér kennt að fara í tæklingu sem hann átti ekki sens í. En mér sýnir þetta var að vera boltins Keflavíkur á, en Keflvíkingar eru vel upp aldnir og koma bara boltan til hérna Víkinga. En þetta er alltaf bara gott að vera heiðarlegur. Maður fær það yfirleitt alltaf tilbaka. Það er svona oftast nær, það er ekkert alltaf sem heiðarleikinn sigrar. Ég nenni ekki að fara yfir neinn einstaka atvik, en Keflvíkingar koma hérna. En þeir setja bara boltana út fyrir hliðarlínu og Víkingar eiga innkast á vallahelming Keflavíkur sem kannski boðar ekkert sérstaklega gott, en þá koma Víkingar. Það gefur innkast. Og hann er með langt innkast, langt. Og þeir vilja meina að þetta sé eitthvað, en hagnaðurinn gengur ef það er einhver hagnaður, en þetta var ekki neitt. Og þetta kemur, en Davíð vinnur boltan, eða skallar boltan bara út fyrir. Þá koma Víkingar. Þeir fengu Guðmund. Hvað gerir sinna með skot, en það er ekkert. Þeir fengu Guðmund Magnússon frá IBVF í glugganum og hann hafði spilað með IBVF, en þeir hafa ekkert verið mikið í gangi þar. Það hefur ekkert gengið inn í reikið, en hann færi sig yfir á Ólafsvík og freista þess að hjálpa Víkingum upp í Pepsi-deildina, eða Pepsi Max-deildina. En þá koma Keflvíkingar. En ég vil einnig minna á bikarúrslitaleik kvenna á morgun. Þar eiga sig við Selfoss og KR. Og þær hafa átt góðu gengi að fagna þessi bikarúrslitaleikir á Stöðutu Sport. Svo ef þið hafið tök á morgun að stilla yfir á Stöðutu Sport og horfa á skemmtilega fótbolta. En þá kemur Rúnar, hvað ætlar hann að gera? En Víkingurinn er snöggur og heimta Keflvíkingar vilja fá hornspyrnu, en það verður ekkert ef maður fara útspark. En Víkingar komin með háa bolta, en Sindri nær honum bara og ekkert vesen á Sindra-Kristínu sem gerir bara þessa einföldu hluti bara á góðan hátt. Þá kemur Frans, besti vinur minn. Og Magnús missir jafnvægi smá stund og Víkingurinn nýtir sér það, en Magnús snöggur á bakka aftur og þá koma boltinn er svona mann á milli, en þetta vindurinn frekar sterkur. Bara vindurinn myndi búa sér til fótboltalið, þá held ég að myndi nú gera flestullum gramt í gleði. Þá kemur skotið og þetta er bara rétt yfir markið. Góð sókn á Víkingum sem gera vel og eiga gott skot yfir markið. Þannig að nýttu Víkingar sér vindinn og það hefði ekki verið gaman að þess að fara markið fyrir Keflavík. Og þá koma Keflvíkingar. Boltinn er bara, hann er bara inn á, það er ekkert. Þá koma Víkingar. Og þetta hefur verið, hann er nú einhver meiðsli og ég legg til að öll lið sem eru að spila innanlandsku knattspyrnu á veturnar kaupi sér vindvélar og æfi í að spila í miklu vind.
í að knattspyrnuhúsin gefa manni rými til að spila innandyra veitunar, en við ættum að reyna að útvega okkur vindvéla til að hjálpa okkur að spila í þessi bestu mögulegu íslenskum aðstæðum sem hægt er. Það komið Keflvíkingar. Sendingi frá Þorra, Dag Inga sem er ekki náðu góð. Gunnólfur hleypur og pressar á Lajit sem er vandan á vaxinu á neglur sem í burtu. Góð pressa frá Gunnólfur sem bara hleypur á Lajit og kemur pressa á hann. Og Keflvíkingar fá innkast. Þarna kemur boltinn, Sindri Kristinn bara öryggið uppmálað og hendur boltana bara fram. Þá kemur Ísak Óli. En eins og staðan er núna þá það er allt. Þá er sumarið svona nokkuð við að vera búið. Skólinn er að byrja aftur og flestir af þessum strákum í Keflavíkurliðinu fara að setjast aftur á skólabekk. Þeir sem eru í skóla. Og þá koma Keflvíkingar. Það er brot og hann dæmir vítaspyrnu! Þetta er vítaspyrna sem Keflvíkingar fá. Þetta kemur og Víkingur fer á rassinn og fellir hann í teininum og ég held þetta sé bara hárréttur dómur. Ég hef náttúrulega ekkert annað en mitt sjónarhorn á þessar aðstæður en Keflvíkingar fá hérna vítaspyrnu. Víkingar mótmæla þessu en ég veit nú ekki hvað gerðist hérna en ég sá það sem ég sá það fannst mér þetta að vera víti en ég er ekki dómarinn svo já. Þá held ég að það sé Adolf sem ætlar á punktinn. Og Keflvíkingar geta náð þeirna forystunni en einu mann sem getur komið í veg fyrir það er Franko Lajits markvörður Víkinga eða Adolf skjótir hérna yfir en hvað gerir Adolf? Adolf hleypir að boltanum og sparkar og hann skorar að feiktaðu öryggi! Keflavík komið yfir hérna á nettavættinu Keflavík! Gott skot frá Adolf Bideka sem kemur Keflavík yfir hérna 1-0 fyrir Keflavík! Og hann er ennþá, Víkingarnir er að væla yfir þessu. Þú getur bara hætt í, þetta er allt í fortíðinni, kallinn minn. Keflavík er 1-0 yfir. Hvernig bragðast Víkingar við þessu? Og þá byrja Víkingar. 1-0 fyrir Keflavík, bara eins og hugst best getur á kosist. Þá kemur Adolf, Rúnar. Og hann reynir að elta þetta, Gunnó en Víkingar ná þessu og þetta er bara innkast. Inkasso eins og ég kýs að kalla þetta. Það ekki Davíð. Fer hann full harkalega í hann en hvað gerir hann í þessu? Davíð Snær Jóhannsson barðu bolta en ég held að Víkingar fá aukaspyrnu en hann kemur frekar hátt upp með boltan og þetta er bara árekstur og Guðmundur Ársæll gerir bara vel í að láta þetta bara halda áfram. Ekkert vera að spjalda með óþörfu. En þá koma Víkingar, hvað ætla þeir að gera? Víkingar fá aukaspyrnu á góðum stað fyrir sig. En það er komið mark á Akureyri þar sem Haukar eru 1-0 yfir á móti Þór og Leiknir Reykjavík er að vinna Þrótt Reykjavík 1-0. Og hvað gera Víkingar? Og þannig ekki með aukaspyrnan og tveir Víkingar liggja í teignum og hann bjargar á línu og í hornspyrnu en þetta var víst rétt vítaspyrna sem var dæmd þar sem Emil hreinlega lagðist fyrir Þorra og tók hann niður þannig að
Guðmundur Ársæll gerir bara rétt. Og kemur hornspyrnan en Keflvíkingar hreinsir sig frá. Gunnór ennþá lengri í burtu og setur pressu á Víkinga. Og en Víkingar koma boltanum í áfram en þá hreinsaði bara aftur frá. Hreinsunardeildin, hreinsifyrirtækin eru öll í fullri vinnu í Keflavíkurvörninni. Og boltinn er bara í öruggum höndum á Sindra. Með öruggurum höndum sem ég hef komið í. Þetta er Sindri Kristinn virkilega góð persóna. Þá koma Keflvíkingar. Gunnó er að valda Víkingunum erfiði í vörninni hjá sér og það er bara góð sviti. En þetta er nú mikið svona miðjubaráttu hérna, þetta liðin. En þá koma Keflvíkingar. Hann er brotuð Adolf við miðjuna og bara hárrétt hjá Guðmundi. Og Eyjup er bara, hann er allt annað en sáttur með leikmenn og með dómarann og þá koma Keflvíkingar aftur. Og Keflvíkingar hérna. Þá koma Víkingar. Hvað gerist núna? Hann fer hérna og situr hérna á raskatið og sendingin er bara á Keflvíkingarna ná. Hvað gerist núna? Þeir eru komið sér í skotfæri. Og hann dæmir líka vítaspyrnu hérna. Þarna fá Víkingar vítaspyrnu. Og Guðmundur Ársæll dæmir vítaspyrnu hérna líka. Hvað gerist núna? Hvað ætlar Sindri Kristinn að gera? Bara rétt eins og áðan þá getur Sindri Kristinn eða Emir Dokara, nei ekki Emir Dokara heldur Harry Willard, hvað gerir hann? Og hann skorar og jafnar fyrir Víkinga! Víkingar er búin að jafna þennan leikinn og þetta er vítaspyrnu. Víkingur skorar leikmann númer 11, Harry Willard. Setur Sindri Kristinn í vitleysókn og Víkingar er búin að jafna. Þá koma Keflvíkingar. Staðan er 1-1 hérna í Keflavík og hefur bara verið fínn leikur. Vítimar fellur með þilsviðum við litla snertingu og þetta hefur greinilega verið mjög soft víti en hvað ætlar Keflvíkingar að svara þessu? Hann með háa sendingu en hvað gerir Davíð? Davíð kemur hérna á. Vel gert á Davíð! En hann kemur Dagur Ingi. Hvað ætlar hann að gera? Frans. Brot og
Guðmundur Ársæll ræðir bara við mann og eins og segja, hann ekkert mikið fyrir að spjálta leikmenn. Adolf vinnur inn á boltann og það gerir Keflvíkingur núna. Dagur Ingi með, sendingin var ekkert alltaf góð en Víkingar með Helgi og Hreinsita. Það gerir Davíð, að brota á Davíð. Eyjúb virðist alltaf þurfa að kommenta á svona brot. Þá kemur Fransvininn, hvað ætlar hann að gera? Hún hefur nú verið að malla í síðustu tveim leikjum, hann hefur skorað í tveim leikjum hérna. Hvað getur Frans? Hann lyftir boltann með teginn en Víkingar hreinsa frá. Allt hreint er búið að vera að hreinsa hérna marga bolta frá. En Víkingar vinna boltan. Víkingar hafa bolti, ekki fyrsta og ekki síðasta skipti í þessum leik. Keflvíkingar vinna boltan en Víkingar vinna hann aftur. Svo gott lottó. Þarna dæma er á Keflvíkinga. Og fyrsta gula spjaldið er á Frans Elvarsson. Ólafsvíkingar fá hérna aukaspyrnu á miðju hringnum. Þá kemur aukaspyrnan og hún er bara sköllu frá. En sen Keflvíkingar virðast bara vera að reyna að senda Þorra og Gunnó hérna í gegn. Það er gott ef það myndi heppnast. Síðasta heimsókn Víkinga í Reykjanesbæ, þeir endaði 3-0 fyrir Njarðvík. Þá koma Keflvíkingar, en Víkingar hreinsa frá. Og Keflvíkingar fá boltan. Þannig kemur sendingin fyrir markið og Víkingar komið sér horn. Frábær sókn. Þorri með sendinguna og tveir varnarmenn komið sér frá. Svo Gunnó myndi ekki koma boltanum í netið. Og hornspyrna var frá Keflavík. Hvað gerir þær á hornspyrnu? Sendingin á teginn og hún er slökað en hann fær hann aftur. Sendingin er fyrir markið og Víkingar hreinsa frá. En beinti fæti Keflvíkinga. Davíð með skot fyrir varnarmann. Ísak Óli, hvað gerir hann? Nei, þetta er Dagur Ingi. Hann kemur boltanum aftur út á kant. Og Þorri vinnur innkast. Sindri þó með innkastið. Og þannig að kemur boltinn er hérna Sindri, sendir hann aftur. Sindri átti nú afmæli núna fyrir nokkur dögum og meistari Sindri var 23 ára gamall. Nei, 22 ára. Og Víkingar halda boltanum, Keflvíkingar pressa vel. En Víkingar vinna innkast. Og Keflvíkingar bíða bara á Víkingar fá inn á boltan. Og þeir eru með sendinguna en þetta er bara skalla frá. Davíð vinnur boltan, fær boltan. En missir hann út af. Innkast aftur. Víkingar reyna með boltan. Reyna að finna opnanir, reyna að opna Keflavíkurvörðina. En hún er frekar þétt þessar myndunar og sendingin fyrir markið og Sindri skalla frá, Adolf lengra.
En skallar þetta bara í einn kast. Þá koma boltinn bara á Keflvíkingar við ásökun á þessu, en Keflvíkingar fá hérna á sig aukaspyrnu á miðjunni. Sendingin há og Sindri með smá vandræðum grípur þetta. Keflvíkingar, þetta bara innkast enn og aftur. Kemur Víkingar hérna örlítið hættulegri þessar mínútur, en Keflvíkingar vinna boltann. Þarna brot á Davíð, en þetta var bara kannski bara boltinn. Hann stingur örlítið við fæti, en skiptir ekki meira málið þar sem Víkingar þessi brot á Sindra þó, en boltinn áfram í fótum Víkinga. Þeir ná að dreifa boltanum ágætlega á milli sín og þá koma Víkingar. Halda áfram að spila fótbolta, en Keflvíkingar gera líkt annað en að standa og bíða. Hvað gera þeir? Með skot, en þetta er bara aftur fyrir og þetta er hornspyrna sem eiga Víkinga. Þá koma Víkingar með hornið, en Keflvíkingar skalla frá. Aftur Víkingar með sendinguna fyrir markið og þeir ná að svona bæja hættinu frá. En sendingarnar frá völlinu Keflavík endar bara í innkasti sem Ólafsvíkingar eiga. Og hann skalla frá Keflavík og Keflavík Víkingar halda boltanum. Keflvíkingar ná að vinna hann og en það fær Keflvíkingar loksins boltan og þá koma Keflavík. Hvað er það að gera núna? Það var verið í vörn síðustu mínútuna, en Víkingar stoppa þessa. Nei, þeir stoppa hann ekki. Og þá kemur Þorri og þá kemur Sindri með sendinguna fyrir markið, en Víkingar skalla frá og Keflvíkingar halda áfram. Frans, Adolf. Hvað gerir Adolf? Hann missir boltan og Víkingar koma aftur, en Keflvíkingar þvælast fyrir Víkingunum og þeir eru innkast. Hvað ætla þeir að gera núna? Þá koma Keflvíkingar eftir för Víkinga, en þeir ná því og Rúnar rölti fram hjá þeim. Og hvað gerir Gunnó? Gunnó með sendinguna, hún dugar
Adolf með skotið en hann grípur þetta lagið. Frábær sókn. En staðan óbreytt í hinni leikjunum. Það er 1-0 fyrir, það 1-1 í Keflavík gegn Gró. Leikt sem við fylgjast með 1-0 fyrir Haukum á móti Þór Akureyri, 0-0 í Fjölni Grótta og 1-0 í Víkingur R og Þróttur Reykjavík. Og þetta allt í lagi hérna. Það 1-1 hérna í leiknum og með mörkum frá Adolf Bítiko og Haraldi Virðilas og vítaspyrnum. En það háur loft á boltanum sem Víkingar hafa verið að reiða sig á en það kannski gengur ekkert alltaf vel þar sem vindurinn erfiður mótherji. Spurning hvort það hægt að reisa upp skjólveggi hérna fyrir Víkinga svo þið geta að spila sem fótbolta. Eins og þið sjáðu kannski ef þið eru að fylgjast með einhverjum öðrum hlutum þá eru nokkrir fuglar á sveimi. Þeir eru reglulegir gestir á Keflavíkurvellinum. Hvort þetta sé sömu fuglarnir og hafi verið á vellinum undanfarið. En þannig að fá Keflavíkur aukaspyrnu. Keflvíkingar í stúkunni láta vel í sig heyra og láta vita hvað þeim finnst. Þá koma Keflvíkingar en Víkingar vinna boltann. Hann fer á Ísak. Þannig er hérna og þeir koma með boltann og hvað gera hann núna? Það eru margir Keflvíkingar fyrir honum. Og Keflvíkingar hreinsa frábæra í innkast og þá kemur innkastið frá Víkingum. Og þannig að kemur og Keflvíkingar hreinsa frá. En þetta allt í Adolf kemur og sýnir skemmtilega takta. En og þær vinna aftur boltann. Þannig að koma Keflvíkingar. Það aukaspyrna sem Keflavík á. Keflvíkingar taka aukaspyrna strax. Hvað gerir Sindri Þór? Sendingin hérna Ætli Þorra. Gunnar kemur í pressu á varnarmanninn sem hreinsa frá. Og Magnús Þór kemur sem bara út af og innkast sem Víkingar eiga. Það blæs frekar hraustlega inn í Keflavík og ef við ætla að spila einhvern ultra varnarleik þá held ég að láta það bara eiga sig. Keflvíkingar eru bara fyrir og það er nú að bersta hálfleik sýnist mér. Og Guðmundur Ársæll dæmir hérna aukaspyrnu. Mér finnst þess að Víkingarnir detta bara í grasi við hverja snertingu sem þeir fá. Og þá kemur aukaspyrnan alveg út á velli og þeir koma með að það bara skalla frá. Og þeir koma á boltanum aftur fram.
og Keflvíkingar grimmir og Sindri Þór kemur og Keflavík á innkast en þeir fá boltan strax aftur Víkingar og bruna þá í staði sókn en Keflvíkingar vinna boltan og Ísak Óli, nei Rúnar hristir það af sér og það er brotið á honum, Adolf nær boltanum og þá er Guðmund Larsson búinn að fá nóg á fyrir hálfleik og við flautum til hálfleiks og sagði
Jæja, þá að bresta seinni hálfleikur á nóttina og ég vil biðja áhorfendur og þau sem hafa heyrt mig vera að geispa afsökunar á því þar sem ég nú vinnandi maður. Ég vakna alltaf 5:30 og 5:30 á morgnana til að mæti vinna klukkan 6. Svo já, það ástæðan fyrir því að ég geispa. Þannig að þessi leikir lenda alltaf á vinnudegi hjá mér, já. Ég byrði sjálfsögn á því ef þetta pirrar einhvern. En allavega, nú fyrir að bresta á seinni hálfleik þar sem Keflvíkingar sækja nú 8 Brúarhöllinni og já, vinur okkar á Ólafsvík sækja í áttina að Hringbraut. En þá koma Keflvíkingar, Sindri Þór, hvað ætlar hann að gera? Hann kemur boltinn inn á, já, hann kemur Adolf með boltann. Hann með sendinguna fyrir markið og þetta hreinsað í burtu, dauðafæri sem Keflavík fær en Víkingar hreinsað í burtu og Rúnar Þór reynir að fleyta boltanum áfram á Keflvíkinga en þá koma Víkingar en Keflavík fyrir innkast. Og þá koma Keflvíkingar en Víkingar ná þessu. En já, vindurinn ekki annað markið, hann blæs beint á stúkuna. Þannig að það hliðavindur. Ástæðan fyrir því af hverju háir boltar eru martröð fyrir markverði að grípa. En Keflvíkingar reyna að halda pressu á mönnum en þannig að fauk inn á völlinn, einhver umbúður utan á okkur. En koma Víkingar að þeir hreinsu, þetta bara útspark sem Lights markvörður þeirra fær hérna. Keflvíkingar eiga allavega fyrstu hálffæri þessa seinni hálfleiks. En þá koma þá kemur Frans. En já, þessi þá koma Keflvíkingar en sendingin bara og föst og aftur fyrir endamörk. Og Frank og Lights markvörður að hreinsa þessu í burtu. Og Keflvíkingar að vinna baráttuna og þá kemur Dagur Ingi. Föst sending en þetta beint á Ólafsvíking. En þá kom Keflvíkingar og boltinn hreinsaður í burtu. Keflvíkingar ná boltanum aftur og að halda hann ágætlega innan liðs núna. Þá koma Keflvíkingar en Víkingar ná að hreinsa en ekki langt. Keflvíkingar fá boltan aftur. Og en það kemur sending, Keflvíkingar ná honum ekki en jú, en það kemur hornspyrna og varamenn liðanna eru farnir að hita vel upp. Þannig að bæði Eyjúb og Eysel geta gert sína breytingar ef að þess gerist þörf. En þá kemur hornspyrna Keflvíkinga, þeir eru reyna að senda menn í þær. Og þá kemur hornspyrna og sendingin inn á tegin og Keflvíkingar berja sömurna en þeir ná honum ekkert svona sannilega en þá koma Keflvíkingar en Víkingar heyrðu á honum boltan. Þetta var klaufalegt, það gera Víkingar núna. Há sending en vindur feikir boltanum í burtu þannig að vindurinn með varnarmönnum liðanna í liði þannig að hann það sterkur að feitir þessum boltanum í burtu bara. Sindri
þruma frá marki sínu og hann nú dæmt á Keflvíkinga. Ég vil bara byrja á því að hrósa leikmönnum bara fyrir að yfir höfuð bara standa í lappirnar. Þessi vindur alveg ógnarsterkur, sérstaklega þegar hann upp sitt besta. Þá kemur sendingin hérna fyrir sem Sindri Þór skalla bara í burtu og Keflvíkingar komið sér frans aðeins lengri í burtu og með henni bakhyrning á dæmda Ólafsvíkinga og boltinn og hættanlega hjá og þá koma leikmenn Keflavíkur. Sindri Kristinn, hvað ætlar hann að gera? Þetta bara beint af Magnús Þór. Hann finnir félaga sinn í vörninni Ísak. En Keflvíkingar unnu síðasta heimleikina 1-0 á móti Njarðvík. Sælla minninga. Og þá koma Keflvíkingar. Þeir ná hérna og gefur Dagur. Hann kemur sendingu á Sindra Þór. Hvað gerir Sindri? Hann fer hérna og hann nú bara brotið á honum og hann dæmdi aukaspyrnu réttilega á þetta. Hvað gera Keflvíkingar á þessu? Dagur Ingi hefur verið flottur í þessum leik. Hann hefur verið að finna félaga sína í lappir og vera að búa til álitlega sóknir. Þannig kemur Keflavík og fær aukaspyrnuna ákvarðat með myndin í baki þannig að þetta getur skapað hættu saman hvernig á það litið. Og Keflvíkingar hérna, hvað ætlar hann að gera? Og sendingin kemur inn á teiginn og skallinn og þetta í stöngina út af. Þarna mátti ekki miklu muna. Góð útferð aukaspyrna sem kemur á teiginn en þetta fór í hliðarnettið eða í stöngina. Ég sá ekki alveg hvort það var en þetta hefði nú getað skapað ákveðna hættu hérna fyrir heimamenn en þarna mátti ekki miklu muna en þá koma Ólafsvíkingar. Og þarna kemur boltinn en þetta í lagi sem þetta vildi Keflvíkingarnir fá vítaspyrnu en ég held að það hafi ekkert verið á þetta. Og þá koma Víkingar. En Keflvíkingar eru fastir fyrir og ekkert mikið að gefa opin færi á sér. Og þá koma þeir aftur. Finna menn en þetta ekkert mál og þetta bara hættan liðin hjá og Keflvíkingar, eða Ólafsvíkingar hérna koma, hvað gera þeir núna? Sendingin að Gumma, hann með skot og Sindri Kristinn fer og þeir hreinsa frá. Vel gert af Keflvíkingunum, vel vakandi og hérna vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð en Milan Stefán Jankovic eitthvað að segja eitthvað en ég fannst Egill glotta smá á því. Þá koma Ólafsvíkingar. Skjáin fór loft. Eða Ólsarar eins og þeir eru kallaðir. En það bara dettur boltinn bara út af vindurinn og það gerir okkur hérna í lýsindaherberginu erfitt fyrir að þannig að ef þið heyrið auka hljóð eða mikið blástuhljóð þá er það vindurinn. Þá
koma Keflvíkingar. Dagur. Kemur Frans. Og Ísak Óli, hvað ætlar hann að gera? Hann er snöggur og áræðinn og duglegur að koma úr vörninni í sóknina. Fáránlega efnilegur en Frans Willi með bolta sem vindurinn. Og þá koma ætlar Keflvíkingar að koma hérna. Lægins með útspark sem vindurinn einhvern veginn kemur eða hægir á boltanum. Eins og fuglarnir eiga erfitt með að eiga erfitt með að ná fótfestu en Sindri Þór gerir þennan atlögu en það er kannski first sending frá félaga hans í liðinu og beint á Lægins markvörð sem hefur verið bara fínn í dag. Þannig kemur hann með fasta bolta og þetta virðist virka. Ólafsvíkingar fá boltan hérna, hvað gerist núna? Og Magnús Þór kemur bara fyrir hann og hirðir hann á boltan. Þarna var fínasta tilraun en Keflvíkingar já, mér sýnist Keflvíkingar fara að gera breytingar í liðinu sínu. Þeir virðast væntanlega fara eitthvað að auka sóknar. Það er flott pressa. Hvað gerir Rúnar núna? Þeir komin inn í teginn með sendinguna og þetta er hornspyrna. Fín pressa af Keflavík þessa mínútuna. Og þá kemur Keflavík með hornspyrnu með vindinn í andlitið. Sýnast Adam Árni Pálsson og það gerist frata var alveg næstu því. Þeir vilja fá aðra hornspyrnu en það er einhver meiðsli í gangi í Ólafsvík. Hjá Ólafsvíkingum og það sýnist með númer 15 hann Þorri sem það er Þorri Már sem kemur út af og Adam Ægir Pálsson kemur inn á. Flottur leikur hjá Þorra sem hefur bara Útganga leikmaður númer 15, Þorri Már Þórisson, og leikmaður númer 11, Adam Ægir Pálsson. Gera breytingu, sóknar sinna breytingu og Þorri hefur staðið hans flottur og Ólafsvíkingar að huga meintum leikmann og þá hefur nýjamanni færðarna. Nú sýnist fyrir Lægina. Keflvíkingar
Miklu fastara í setjaðu og Gunnólfur með boltinn hér aftur. Oh my god, það var næst hefði bara rekið hann í bolta bara þetta farið einn fyrir. Þetta fór í leggina á hann í sínum mér og hélt áfram. Það á rangur að fyrstu Þetta eru afstæða sáttir og láta mönnum að hana Sýningin alveg afstæða sáttir en staðið eru leikjum eru bara svo sama Það sem ég gaf fyrir líka í Evrópafjörnum er að Bayern er 2-1 undir á móti Hertha Berlín á Allianz Arena í munninum. Það er Marko Krúins og Dodi Luka Marko og Lewandowski kom bæði niður. Skiptir ekki að vera til að verða fram líka að þessu kjörni. Control. Gera allt svo þetta er bara þetta var svona Pressa Víkingana eða Ólfsarna í sitt eigin valla helminga hvað gerir svona Sintra. Og líka það þá með Mósara. Fyrst tíma Sindri með þetta og nei, það gerir svona Víkingar heimta vítaspyrnu. Ég sýndist bara góða þetta. Það gerir Gunnólfur skýr af sér Tókara, hvað er það að gera núna? Og Gunnólfur reynir á og allt er góð lagi á Keflvíkinga lagið sver boltan Nei, hann er rangur þetta kemur háskilsverðin á fórstinn aftur Ef við lítum þetta og séum það sem þetta þá
ekki bara kenna á Keflvíkingar næstu búin að bortin en góður, ég held að þetta hafi verið rétt en það veit það ekki, ég er kannski með rangstöð taktíklega en að kannski að hann hafa verið en það veit ekki að Keflvíkingar. Keflavík miklu hættulegri en það líkt Keflvík í rassinu og Guðmund Ársæll kallar skuttarhálfinn og þá ríkur farur úr sporum, hann vekkur nú ekki í vandrarn hans bara enda hleypur hann alveg vilt og galið og góðu lagi og Sindri eitthvað að ræða við Víkinga innan í vellinum og það sé að biðja samskonar einhverju en það finnst þess að það var bara að gera vassópa en Vonandi verið allt í lagi með aðeina. Víkir auðvitað bara, Davíð víkir út af með farinn á sig og fær síðan inn og Guðmund Ársæll til að koma aftur tilbaka og Sara boltar tilbaka og síðan ekki svona í leiknum og eftir boltinu verið tilbaka eftir Ólafsvík á í þrjáleik og Ólafsvík að gera það hér líka og veitir þáttir leiknum Ólafsvík. Það fyrir að kemur verðan á Ég finnst búin að hafa öll völdin í þrjáleik, nei sér áleik. Við verðum jafna fyrir áleik. Það gerir Magnús með flotta setningu en þetta mátti ekki miklu muna. Frábær vaskafla og Keflvíkingar verður svo brjálaður út í aftan að gefa þetta meina plássið að vera aftur. Það verður rangt. En það kemur lægir fyrir úrsparkið. Og einhverstu heimamanna. Það er líka tilbaka, það er í góðu lagi með Davíð Snær sem finnst ekki að vera byggt upp en við líka skiptum við eftir og skiptum hvað hann gerir. Keflvíkingar grimmir og gefa Ólafsvík bara til að bolta hvert tækjum að þeir fá til og Keflvíkingar reyna að setningin aðfór næramenn. Dagur Ingi með skotið og vel varð og skot sem hans var lagið svo hortspunni aftur frá Keflavíkur. Og hortspunni stutt eftir svona og Adolf með skot. Keflvíkingar ná boltanum aftur og berjast með skotið og það er bara lífsmark. Og þá verður Keflvíkingar aftur fyrir endamörkan að eins og ég segi, Keflvíkingar eru miklu hættulegri ef þeir komast með markinu. En ekki það er góða snúning, finnur Sindra sem er duglegur að koma upp og missir boltan aftur fyrir þetta kemur á vest og þetta er útspark frá Mark Jónsson. En Keflvíkingar ná vitt
miklu hættulegri en Ólfssonar hérna í þetta tveirlýsingi alltaf. En þeir koma hana þessi keppningar vinna með Krabónum. Ólfssonar hafa verið svona þeir eru á 10 þá í keppningunum og þeir eru að sækja hatt og ekki veit hvort en Ólfssonar skrætt þetta bara í burtu. Dagur með skot og Keflavík komið inn aftur! Það er 2-1 Dagur Ingi Málsson og eiga magnað leikina hjá Keflavík. Frábært skot sem hann á og bolti sýkur í markinu. Gott skot og alveg út í spengt óverðu fyrir Frank Lions. Keflavík er komið 2-1 yfir og þegar eru 19 mínútur eftir leiknum og staðan er 1-1 hjá Leiknir Reykjavík og Þróttur Reykjavík. Og staðan er 2-1 Keflavíkana. Virkilega vel gert. Hér er enginn kistbarni. 20 mínútur eftir. Og þá koma Ósarður. Hvað ætla þér að gera? Og það koma upp brunur kantinn. Og það er að gera núna með sendinguna fyrir markið og þetta er, já, sendinguna með markið á markföstu. Ég elskir það dreng, ég elska Sigmar Kristinn Ólafsson. Uppáhaldsmaðurinn minn í þessari lífi í dag. Fyrir utan kannski fjölskylduna mína og vinið mína en Sigmar Kristinn Ólafsson. Frábær trygging. Og annað kemur Ósarður líka hérna á hornspyrnu. Hvað ætlar að gera? Og hann kemur bolti fyrir markið og þetta bara fíkur hinum einn á Keflavík á innkast. Meðbyrinn hefur verið með þeim í seinni hálfleik og loksins kom eitthvað upp úr þessu. Keflavík 2, Víkingur Ólafsvík 1. Það er gríðarlega sterkt fyrir Keflavík að ná inn 3 stigum þessum leik. Ég vil vinna á Keflavík að spila bara virkilega vel. Núna á ljósanótt á áhugurum leikur Keflavíkur á móti Nes. Að sjálfsögðu byggja Keflavík TV. Og aldrei að vita hvernig ég lýsi þeim leik ekki nema ég ákveði að spila fyrir Nes, gamla félagi. Ég auðvitaði skó og kljáskluðu mína menn sem ég elskar þá. Hvað gerist núna? Frans spyrir mig hvað það að gera. Eftir að skora í þessum leik, þá er það 3. leikum sem að skora. Og ennþá meira ástæða fyrir mig að það með Frans verður sultinn að staða. Þá er Ólafsvík að gera fyrstu breytingu. Og það kunni vera Selju Kaffi Karavelli. Ég kann ekki að bera fram en ég segi þetta bara svona. En keppningar eru ennþá hérna. En ég vil skjóta staðinn að Keflavíkurvöllurinn er ekki geðveikt. Við erum fagnað af vatnastjóra sem sér þennan völl eins og sín. Það er keppnisleikurinn og kappi sem ég er með yfir glugganum til að passa bergmálið að sló í takan þannig að ef við dettum út þá er við teppið på Keflavík. Ég er sennilega skapandi við teppið. Það er mikið í hausinum þannig að koma veitur fyrir mig. Hvað getur það? Keppningarina ennþá
þá bara með vel gert. Og hann með skotið, bjartandi skot, en hann áttu ekki eiginlega vandræði með þetta, þetta áttu ekki neinu vandræði með þetta. Og hálfbolti og Fransi með skotið í andlitið á sér og út af. Það má líka í leikisveit að vera ekki ykkast eða í eigin vagn. Það gera Ólafsvíkinga skiptingu. Það er nummer 14, Salio Cabey Taravilli. Skiptbreytingu út af leikmannum 22, Vigdísson Stefánsson, Alltaf með það er. Og síðan er lappið kast og síðan er hann að leikja eftir kynna og hann er svona allstað í þessum leik. Frábær leikurinn að Gunnarsson svona berja sig svo grenjandi ljón. Og Fransi með skella frá. Innásef og síðan eiga. Ólisar að feilsa frá, en Adolf gefur sér innreið inn í dagtuna á boltinn. Þóra Ólafsvík og út fyrir hliðlínu og kemningar að halda áfram þessu að hafa tökkurhaldir á þessum leik. Og ekki afturlík og boltinn er dæmtur. Það getur núna! Gunnar lagt aðeins fyrir stað að það náðu sér. Það er allt í góðu lagi. Og lagið sem er útsparkið og Dagur Ingi viðsegnar en vindurinn að það hjálpar ekkert sérstaklega mikið til en það er tekníkar þannig kannski vindurinn aðspurtur. Það er líka einn leikmann sem hættar vindur og það er Birkir og Sæfarsson. Bakvörður Vans og Vansins stjórnvöldur leikmann. Ólsar, ekki Valsar, þeir eru víst í Pepsi-inn og Fransi, hvað gerir Fransi? Það var komin að skrækningar og gera aðspilningu og það er Anton Freyr Hauks, annar góður vinur með bróður Gunnars, toppmaður. Gert gáður að móta inn á og hann er varnarmaður eða varnarsinnar viðmar. Það er hérna leiðfinningar frá Mílan hvað hann á að gera. Og Eyjúl sér þá ákveður að gera breytingu. Kefningar fáið. Fyrir Anton. Hvað það er gamla? Það kemur skiptingin. Anton Freyr kemur. Og það er Gunnur Björnberg. Viktor bróðir hans er að koma út af fyrir stóru bróður. Það er að vera flottur í þessum leik. Og stóru bróður fær knús áður en hann lappar inn á. Frábær leikur að Gunnarur sem voru að hlaupa Víkinga alveg sund á sána og breytaði vörðinni og sann sér virkilega vel. Og það var einhvern veginn Ólafsvík sem kemur út af. En kemur inn á þetta
koma Ósingar og þeir eru að fá hoppspinnu. Ja, 2 fyrir skiptum frá Eyjum. Leikmannum 23 og 8 sem þá Martin Kristján Kútinen og númer 33 þá Ívar Einar Ansbórsson. Þeir eru að koma inn á einhvern hluta. Ég ekki ósynskæðið eftir það en hopna og þá að gera núna. Keflingar vinna boltar en það kom aftur að drekki koppið það var með þeim. Alveg pressa á Ósinga eins og Álfkósi og þeir heilsa það frá. Hvað gerist núna? Anton, ja. Antona, Keflingar, nei Ósinga. Og hann kemur þessi 200 skipting á Eyjum. Að 20.000 móta það þá Kristoffer Jakob Reyes og Valdimar Lína sem kom móta. Og innan kom leikmannum Ásta, Martin Kristján og 33 Ívar Einar Ansbórsson. Og það koma Kefli Lína út að innkast. Það kom ykkur í bæinn og hætta þar saman að sókurinn. Og kemur sendingin en það ábreytt í leikjum í innkast og kemur. Og Keflingar eiga innkastið. Adam Ægir og fær innkastið vel gert. Ég ávakta það að Æsir láti Anton Frey í hérna viðverðum þegar Ísak ólítur út. Og það gerir svona. Innkastið er lágt. Skalli. Og boltinn er ennþá Ósarinn á honum. Keflingar berjast. Vinna. Nei, þeir vinna ekki. Og Davíð Ingi kemur svo bara á settur rumanum burtu. Beint! Missir bolta hjá sér að mér. Það var ekki rangstæður held ég. Langur bolti að Silva hefði resni farið. Náða á Adam Ægir þá. En það geta klóra hennar leik. Það er það stórt að klára með leika. Það eru svo að klára 2 16 pítsur og 4 hamburgertilboð. Fjölskyldutilboð með þess. Það er stórt. Og það koma Keflingar. Og Adam Ægir dettur hennar með tilþrifum en gæti verið Vildur sem hafi beitt honum en hann beitt það vel að það er hérna hotspinna frá þessi Keflingar eiga og hvað gerist núna? Það kemur Davíð Snær. Fyrst að þess að ná hengið í þessum leik og þá koma markið, ekki markið, það kemur hotspinna. Hann er á teginn og hann með skot. Það er hann. Og Adam með skot og það er í Víking og aftur hotspinna marki Keflingar eiga. Það gera það núna. Það er hann að fjöldi í dag og 240 mann. Og þetta er alveg mann leikur. Það er leikmannum Kjússon, það er markið.
leiða völdin í dag og þeir eru örglega í vindjakka til að passa sig á völdina. Og þá gefur horfsmunarinn sem hann kýlir frá og benda og þetta. Þá var spurning hversu miklu bætir dómarinn við. Og hann má vímennum okkur flauta af. En Víkingar að Fransi með góða á peysun og Keflvíkingarinn að reyna frá pressa. Hábolti sem íþróttirna áhaka sendur hann í boltann í höndunum. Það stressa svo lífinu, en það er engin ástæða til. Þá kemur Sindri með aukaspyrnunni á. Við erum bara langt fram og Keflvíkingar fá boltann, halbórum en vinna bara vel gert. Það gerir Fransi. Það var halbór. Það kommer Keflvíkingar með háan bolta en þetta með hann aftur við endamörk og útspark. En lagið sér að flýta sér. Það er að pressa og lagið sér boltan aftur og boltir út af Keflvíkingar á innkast. Þetta er alltaf hafast hjá þeim. Og þá er bara og þá gefur við innkastið. Víkingar að flýta sér en lagið þrekur bara mennina sína fram og Guðmundur Ásar klæddi leikinn bara að fljóta áfram. Hann hefur fyrir mína parta bættum leikinn að vel og blautar að stoppa leikinn. Magnús liggur í klasinu eftir. En að sinna áleik frábærlega. Það var jafnræði í önnum fyrir áleik og það eru vítaspyrnur sem voru vel réttlætanleg og við vona að Magnús Þór er í lagi og við fyrir að mæna Magnús Þór í lagi og þetta er knappt að gera sína síðustu skiptingar. Síðustu skiptingar. Jæja, þetta var komið með síðan. Hann er góður lagi með Magnús síðusmið. Þjættar fókíti og Víkingar með pressu og þetta fer bara beint í hendunar á Sveitarfylki sem vinnur nokkru sekúndur sitt.
Það Keflavík og Smakkið, Guðmundur að líka tilbyrðina og lagið til knýtur þetta. Það bara þessi leikir hann og hann sýnir rauðin auðvitað sig. Þetta alveg orðið og Keflingar vinna aftur og þá finnst mér þetta fram að verða búið. Ennþá tíma fyrir mark. Þarna Eisi Klaufarent og þá sér Ingemund Aron inn á. Davíð að koma út af, það sýnir sig að byrja hann að koma og hann þakkar fyrir sig. Þetta búinn að vera að standa sig vel í þessum leik. Davíð Freyr Jóhannsson, vinnandi leikmaður í 28, Ingimundur Aron Guðmundsson. Reykjavík og 1 Þór Haukar. 2 Keflavík og Fylkisstefnir komið yfir Víkinni og þetta HK Víking. Og það fyrir hann. Keflingar að gera fast. Flytt á innkast og Keflingar stoppar á. Víkingar missa boltan innkast og það líka að hafa klukuna. Þannig að það er víst eitthvað leið sem þetta á svona. Keflingar innkasti og Flauta til leiksloka! Keflavík endar 3 stigum. 2-1 sigur. Keflavík Víking og ég heiti Tóma Óla Wilson. Breiði Jönsson koma hér. Keflavík 2-1 sigur. Takk kærlega fyrir mig. Ja, så det var just kommit då. Takk fyrir mig. Ja, det är kommit. Herru, bless ykkur með. Så.